Það eru 12 kapítular í þessari merkilegu bók Gamla testamentisins, Daniel. Við höfum farið í 3 erindum yfir, fyrir hlutan. Og nú tökum við fyrir seinni hlutan, sem frábrugðinn fyrir hlutanum að því leyti að seinni hlutin fjallar spádóma og mjög merkilega spádóma sem fjallar tímana í gegnum aldina allt fram á okkar dag. Allt þar til Jesús kemur og það ítrekað minnt á það, beint eða óbeint, í þessum köflum sem eftir eru fyrir okkur að skoða. Svo að örlega tímar kýs ég að kalla seríuna vegna þess að þetta snýst örlög mannkynsins og örlög okkar hvers og eins. Og þess vegna mjög nauðsynlegt fyrir allt fólk, ekki bara kristna, heldur alla jarðarbúar, að kynnast Biblíunni. Því þetta vegakort himinsins til sálhjálpar okkur allra. En við skulum byrja að skoða og ég minni á að yfirferð mín á þessu efni allt í gegnum Daniels bók í stuttumáli. Það hægt að vera nokkra vikur að rannsaka þetta á stærra námskeiði, þessa litlu bók. En ég stikla á stóru og þið sjáu það að ég hoppa frá einu texta yfir í annan og tek ekki alla þeirra fyrir. Við byrjum á 7. kaflanum. Þá segir að á fyrsta ríkisári Belsasars konungs í Babylon dreymdi Daniel draum. Takið eftir, nú það ekki konungurinn sem dreymir. Nú það Daniel sjálfur. Og sýnir bara fyrir hann í rekkju, hann segir. Síðan skrásetti hann drauminn. Hann skrifaði niður hvað hann dreymdi og sagði frá aðalatriðunum, eflaust rætta við félaga sína sem voru í bænahópnum sem þeir kannist við frá fyrri köflum. En Daniel hóf upp og sagði, ég sá í sýn minni á næturþeli hversu 4 vindar himinsins rótuðu upp hinu mikla hafi og 4 stór dýr stigu upp af hafinu hvert af öðru. Hér Daniel að upplifa það sem að Guð var búinn að opinbera honum í gegnum styttuna, mismunandi 4 heimsveldi, svo voldug að önnur ríki komist ekki nálægt þeim að veldi og myndugleik. Nú dreymir hann þetta sama, en nú það í formi dýra og ekki styttunnar. En við sjáum að það voru 4 stórdýr sem þýðir stór konungsveldi, heimsveldi þess vegna, og 4 vindar koma inn í söguna þarna og þeir rótuðu upp hinu mikla hafi. Þegar við lesum Opinberunarbókina, og það allt annað námskeið sem mjög skylt því sem Daniel hefur að boða, að þá sjáum við að hafið, vatn eða vötn í spádómum, þegar vötn koma fyrir eins og hafið, að þá boðar það þjóðirnar, þjóðir mannkynsins. Og þarna eru 4 vindar sem geta rótað ýmsu til á meðal þjóðanna. En við skulum fá þetta jafnvel ennþá betur þegar við skoðum áfram í 7. kafla í Opinberunarbókinni. Þannig sjáum við hvernig við hoppum yfir í síðustu bók Biblíunnar til að fá betri skilning á þessum vindum sem blása eða geta blásið yfir jörðina. Þar segir í 7. kaflanum, eftir þetta sá ég 4 engla stóð á 4 skautum jarðarinnar. Þeir héldu 4 vindum jarðarinnar, sjáum við aftur vindana, til þess að eigi skyldi vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré, yfir bara, löndin. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Þetta svo átt sem sagt að Kristur komi frá. Og nú einhver þar austur frá að kalla til okkar eða til Daniels og segja hárri röddu eða til englana 4 reyndar sem gefið var vald til að granda jörðinu og hafinu. Sjáu þið hvað vindarnir tákna núna? Þetta einhver öfl sem geta eitt lífi á jörðinni. Þetta ekki venjulegi vindar. Hér eru táknmyndir.
þar sem vindarnir þýða átök, stríð, styrjaldir. Alveg svo Jesús sagði í Mattheus 24. kafla að eitt af alvarlegustu táknum síðustu tíma sem að gaf lærisveinum sínum að hafa í huga þegar þeir spurðu hvernig vitum við að endurinn er nánd. Hann sagði þá verða styrjaldir. Vindarnir munu blása og það eru englar himinsins sem halda aftur af þessu þjóðum í dag að þær tortími ekki hver annari núna. Það getur eitthvað meira alvarlega komið síðan þegar að vindunum er sleppt. En bara til að gera lengri sögu styttri, að þá er það fyrir náð Guðs. Hann heldur aftur að þessum ófriðaröflum, annars væri þessi heimur glataður nú þegar. En það kemur svo tími að náð Guðs er dregið tilbaka af því að við mennirnir höfum hafnað skaparanum, frelsaranum, sem býður okkur eilíft líf, býður okkur að vera konungur okkar í hans eilífa konungsveldi, ef við bara viljum þiggja það. En Guð mun ekki bíða endalaust. Það er okkar að ákveða. Þetta Daniels bók snýst það að velja og velja rétt, skynsamlega. Þess vegna lifum við á því sem ég kalla örlagatímum. Og svo segir þarna að Guð í gegnum engil kallar á þessa 4 engla halda aftur af vindunum. Þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs vors. Innsigli þýðir eitthvað sem er sett á. Í gamla dag, ég man eftir þegar ég var strákur og frændi minn vann á pósthúsi út á landi þar sem ég átti heima, að hann innsiglaði stundum póst með rauðu bleki og setti stimpil á. Og svona innsigli þýddi þá má enginn opna þetta nema sá sem á nafnið hins vegar á umslaginu. Það eru enn til svona innsigli sumstaðar notuð til þess að sýna þú mátt ekki opna. Þetta er bannað að opna. Og þannig að það eru sett innsigli á okkur á táknrænan hátt. Ekki með því að eitthvað er sprautað undir okkur inn í blóð okkar, ekki með því að setja eitthvað skannamerki hérna undir húðina. Það er ekki svoleiðis sem Biblían er að tala um. Heldur ákvörðun okkar. Við verðum innsigluð ennum okkar og á höndum okkar sem þýðir hvernig athafni, hvaða verk vinnum við með höndum okkar. Eða hvernig hugsum við, hvaða ákvarðanir tökum við gagnvart Guði og hjálpræði hans. Ákvarðanir okkar verða innsiglaðar í eitt skipti fyrir öll að lokum. Og þeir sem hafa ekki valið Guð eða hjálpræði hans, þeir munu farast að eilífu. En Guð býður og býður og býður enn og hefur frestað ítrekkað að binda endi á böl mannana vegna þess að við kjósum að vera undir þessu ófremdar ástandi sem ríkir í heiminum í dag. Við höfum ekki kosið drottinn, Guð, sem er frelsarinn, skaparinn okkar. Hvers vegna í ósköpunum má ekki kenna kristindóm í skólum landsins? Og víða heim er bannað að predika Krist. Og við sem erum kristin þjóð, teljum við okkur vera, og við erum búin með atkvæðum okkar, erum við búin að útiloka fólk til að stjórna í þessu landi sem útilokar kristindómin. Við skulum bara horfast augun við staðreyndir. En Guð býður og gefur okkur enn tækifæri að við verðum ekki innsigluð eilíflega fyrr en við höfum kosið skynsamlega og meðtekið hjálpræði hans í Jesú Kristi. Og Daniel heldur áfram og hann segir, ég horfði á það, það er að segja fyrsta dýrið. Það voru talað 4 dýr og í fyrsta dýrinu er eitthvað merkilegt. Það er það dýr sem samsvarar til gullna höfuðsins á styttunni sem við lásum fyrr í Daniels bók. Nema núna er þetta dýr, það er með vængi, en vængirnir rifnir af. Og það er ekki lengur það veldi sem það einu sinni var, eins og
Staðreyndin var með Babýlonu í veldið sem var táknað með gull hlutanum af stóru styttunni sem að konunginn hafði dreymt Og svo segir þarna í 5. versi, og sjá þá kom annað dýr, þetta annað heimsveldi, og það var líkt bjarndýri. Svo ég hoppa hérna yfir og stytta langt mál og gera það nógu stutt fyrir okkur í dag. Eftir þetta sá ég enn dýr, þetta 3. pardusdýr það líkt, og hafði það 4 fuglsvængi á síðunum. Þetta dýr hafði 4 höfuð og því var valdgefið. Hér verið að tala gríska heimsveldi og það fór svo hratt yfir á svo stuttum tíma undir forystu Alexanders mikla að honum var líkt við pardusdýr, eitt af hraðskreiðustu skepnum á jörðinni. En það hafði 4 höfuð og merkilegt við þetta að þessi 4 höfuð tákna 4 herforingja Alexanders mikla sem skiptu landinu eða veldinu, gríska heimsveldinu á milli sín þegar Alexander mikli dó. Og svo segir, tvíhyndi hrúturinn sem þú sást. Og þetta ekki núna mismunandi hlutar af líkneskinu sem tákna nákvæmlega það sama, sömu ríki, sömu heimsveldi. Þarna annað heimsveldi sagt vera hrútur. Og það merkir konungana í Medía Persíu, sjáum þið, það útskýrir sig sjálft þarna, spádómurinn. Og hinn loðni geithafur merkir Grikklands konung, sjáum þið, 3. dýrið. Og hornið mikla milli augna hans 1. konungurinn, það Alexander. Hann réði einn yfir gríska heimsveldinu til að byrja með, en svo dó hann skyndilega, 33 ára gamall. Og það brotnaði og 4 spruttu upp í stað þess, sjáum þið. Það merkir að 4 konungsríki munu hefjast af þjóðinni. Herforingjarnir 4 sem skiptu gríska heimsveldinu á milli sín. Eftir þetta sá ég í nætur sínum 4. dýri, segir Daniel. Það var hræðilegt, ógurlegt og yfirtagsöflugt, samsvarandi Rómaveldi. Í styttunni, járnfæturnir. Og það muldi sundur og það sem eftir var tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrri dýrunum og hafði 10 horn. Nú skulum við aðeins nema staðar. Rómaveldi af öllum þessu 4 entist lengst. Það var 500-600 ár og 644 ár ef ég man þetta rétt útreikningin á því. Það entist á lengi. Gríska heimsveldið entist ekki einu sinni eina mannsævi. Enda dó Alexander 33 ára gamall. En við höldum áfram og það segir þarna að það var mjög hræðilegt og ógurlegt. Það tró þjóðirnar undir sig. Þetta var ægilegt járnveldi, eins og fætur styttunnar forðum fyrr í Daniels bók táknaði. Járnveldið, Rómaveldi. Og það hafði 10 horn, munið eftir styttunni. Þegar fæturnir, þeir voru járni, en neðstu hluti fótanna var blandaðar af járni og leiri og það var með 10 tær. Og mörgum biblíuskýrendum finnst eðlilegt að ætla að þarna í tánum eða neðsta hluta fótanna í stuttinni að það sé ríkja samband, til dæmis efnahagsbandalag Evrópu. Það byrjaði með 10 ríkjum, en það miklu fleiri lönd það núna. En sumir telja þetta geti jafnvel verið Sameinuðu þjóðirnar. En hvort heldur ríkjasambönd í dag, þetta ekki heimsveldi. Þetta voldu veldi nokkur þeirra, eins og Kína, Rússland, Bandaríkin og eitthvað fleiri. En þeir geti ekki komið sér saman, þeir ná ekki völdum yfir hjá hvor öðrum. Þetta sundurlaust, mjög ógnvekjandi og þetta skelfilegu tími sem við lifum á. En við þurfum ekki að óttast, vinir, ef við setjum traust okkar á Drottinn og hans orð og leiðbeiningar. Því hann ætlar að leiðbeina okkur í gegnum þennan ólgu sjó hafsins í spádómi Biblíunnar, hvort heldur í Daniels bók eða Opinberunarbókinni, það talað höfin, vötnin sem tákna þjóðirnar.
En takið nú eftir, þetta fjórða dýr sem var eins konar heimsveldi. Það ekkert annað eins heimsveldi, eins viðtækt orðið síðan að þessi fjögur voru. En þetta fjórða, eftir það komu smáríki. Og það var táknað með 10 hornum þarna í draumi Daníels, eða 10 tánum þess vegna á styttunni. Og þessi 10 horn, takið nú eftir því hvað þau leiða til. Daníel heldur áfram og segir, ég horfði og horfði, þar til stólar voru setti fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár sem rein ull. Hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því brennandi. Hver þetta? Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þjónuðu honum og 10.000 stóðu frammi fyrir honum. Dómendurnir settust niður og bókunum var flett upp. Hvert erum við komin í atburðarásinni? Handan við ríkin 10. En eitt af þessum 10 hornum, ég ætla að koma að því betur í dag. En sjáu þið, eftir þau, þá erum við komin ískeikilega nálægt því sem að kalla í Biblíunni og spádómi Biblíuna tíma endalokkana. Og hvað gerist þá? Dómur settur á himni. Og ég get sagt ykkur það bara núna, því ég ætla ekki að fara yfir það, eða ég ætla ekki að fara yfir það núna, en bara í stuttu máli, dómurinn eilíf örlög okkar þegar hafinn á himnum. Því þegar Kristur komið þá búið að dæma. En ég ætla ekki að fara yfir það hér í dag. En hér okkur sagt, það verður dæmt. Og hinn aldraði, hver heldur að það sé? Þarna í 9. versunni, hinn aldraði settist niður. Það hinn eilífi Guð. Og það eru dómendur. En hverjir eru þessi dómendur? Það geta 2 hópar komið til greina. Áður en Kristi kemur eru dómendur sem kveða upp eilíf örlög okkar. Og eftir að Kristur kominn og tekur okkur til himins, þá byrjar það sem heitir í Opinberunarbókinni 1000 árin, 1000 ára tímabili. Þá það menn, karlar og konur, sem fara með Jesú frelsara sínum upp til himins og þeir munu setjast niður og bækur verða opnaða. Þetta stendur í Opinberunarbókinni í 20. kaflanum. En við skulum aðeins athuga það nánar. Frá 11. versi í 20. kafla Opinberunarbókarinnar, takið eftir, við erum búin að hoppa frá Daníel sem var uppi 500-600 árum fyrir jarðvígsdaga Krists, með öðrum orðum fyrir 2500-600 árum frá okkar tíma, að þá lifði Daníel. Og núna Kristur kominn þarna í 20. kaflanum og það segir, ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat. Og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu. Og hvað segir núna? Alveg svo í Daníels bók. Bókum var lokið upp og annarri bók var lokið upp og það lífsins bók. Sjáu þið munin þarna. Það eru bækur sem eru opnaðar. En svo ein bók opnuð. Og það bara hún sem kallast lífsins bók. Hvað gefur það til kynna? Þar að finna þá nöfnin þeirra sem eru hólpnir. Akkur ekki lífsins bók mörg eintök? Hafið þið í huga það sem að Jesús sagði, eða minnir það okkur ekki á, að hann sagði, þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar, en fáir hinn mjóa til hjálpræðis, til eilífs lífs. Hér sagt frá þessu, bæði í Daníels bók og í Opinberunarbókinni, það verður dómur á himni. Og þegar að Kristur kemur, þá búið að dæma okkur. En af því að Guð af nauðsyn verður að leyfa okkur mönnunum
að komast að sömu niðurstöðu og hann komst þá sem farast, sem ekki verða á himnum. Eða vegna englana sem Satan, þegar hann hét Lúsifer og var á himnum og laug því að öðrum englum og íbúum annarra veralda sem Biblían segir frá, að Guð væri ranglátur og dómar hans ekki réttlátir. Þess vegna gefur hann okkur 1000 ár til að lesa þetta í 20. kaflanum í Åpenbarunarbókinni. Ég ætla ekki að fara yfir það í dag. Hann verður af nauðsyn að gefa okkur og öllu þessum íbúum alheimsins nægan tíma til að komast að þeirri niðurstöðu sem rétt og sann. Myndu þið ekki vilja spyrja, af hverju ekki dóttir mín þarna? Af hverju ekki sonur minn? Af hverju ekki pabbi eða mamma? Af hverju bara ég? Margir munu á þeim tíma, eftir að Kristur hefur boðið hinum frelsuðu upp til himins, að skoða bækurnar. Í 1000 ár, takið ykkur tíma, nægan tíma, og ekki fyrr en 1000 árin eru liðin og allir eru sáttir við að Guð hefur kveðið upp sanna dóma. Getur hann leyft sér alheimsins vegna og friðar vegna að útrýma Satan og föllnum englum hans, já, og því miður syndurum sem ekki þáðu boð hans, hjálpræði hans. Þá loksins, þegar allir hópnir eru búnir að skoða bækurnar, þá mun hinn ranglátu hverfa, bara algjörlega, verða aldrei fram að til, ekki einu sinni í einhverju hvalastað. Hann ekki til, hann ekki boðaður í Biblíunni, eitthvað sem heitir helvíti. Helvíti því dauða refsing. Það eilíf ákvörðun eða dómur sem það boðar. En við höldum nú áfram. Og það segir bara að hinnu dauðu var skilað. Það alveg sama hvort að einhver hafi drukknað eða hvort einhver var brendur á báli eða margir láta brenna leifa sínar eftir að þeir deyja. Skiptir engu máli fyrir Guð. Hann skaparinn og hann skapaði mannkynið áður og hann getur gert það aftur. Þetta ekkert vandamál fyrir Guð almáttugan. Förum aftur í Daniel í 7. kafla, 16. vers. Ég gekk þá til einsamt þeim, segir Daniel, og bað hann áreiðanlega skýring af þessu öllu. Hann vildi bara hafa þetta rétt. Hann talaði til mín og sagði mér svofellda þýðing alls þessa. Og hérna sjáum við dæmi hvernig sum tákn í Biblíunni og spádómunum, þau eru útskýrð af sjálfri Biblíunni, sjálfum Guði. 17. vers, þessi stóru dýr, 4 tölu merkja það að 4 konungar muni hefjast á jörðinni. Það var Babyloni veldi, það var Medo-persneska veldið, gríska heimsveldið og rómverska heimsveldið. En hinir heilugu hins hæsta munu eignast ríki. Það í augum Guðs sem bara að ræða eitt ríki sem að gildir, sem varir. Það hans eilífa veldi. Og það það sem tekur við eftir þessi 4 aðalríki. En svo munum við eftir þessum 10 tám, svo kallum sem tákna önnur ríki, eftir stóru ríkin, eða 10 hornin sem eru á síðasta heimsveldinu, Rómaveldi. Og við erum að koma að því að það eftir þessi smáríki og ríkjasamsteypur, þá kemur Kristur. Svo segir frá 19. versi, þá vildi ég fá áreiðanlega vitneskju 4. dýri. Daniel hann gefur okkur þannig dæmi hvernig við höfum að lesa orð Guðs. Ekki hætta að lesa eða rannsaka þegar við ekki skiljum eitthvað. Lausnirnar og útskýringar á flestum atriðum sem okkur skiptir einhverju máli í raun og veru að finna í sjálfri Biblíunni. Og það alveg stórkostlegt að uppgötva í Biblíunni sjálfri svörin við einu og öðru. Eins og hérna, 4. dýri segir, sem var ólíkt öllum hinum dýrunum, ógurlegt mjög, með járntönnum og eyrklóm sem át, knosaði og sundu tróð með fótunum þar sem það lifði. Þetta Rómaveldi. Svo og hornin 10 sem voru á höfði þess,
spretta upp úr því síðasta stórveldi hitt hornið. Eitt sem kemur upp á meðal hinna 10. Þetta horn, það spratt upp og 3 hornin féllu fyrir. Þau voru 10, svo kemur allt í einu 1 á meðal þessara 10 sem í raun og veru 11. hornið. En það sagt svona í mismunandi spátum að vera lítið horn, fór ekki mikið fyrir því. En það gerði út af við 3 hinn horn að meðal hinna 10 og 3 hornin, 3 konungsríki féllu. Þetta horn sem hafði augu og munn sem talaði gífuryrði var meira ásýndum en hinn. Þetta pínulitla horn sem hafði engan her en var voldugra en stórveldin í reynd þegar við skiljum hvað er verið að boða hér. Og gífuryrði, það er notað í Biblíunni okkur mennina þegar við bjóðum Guði almáttugum byrgin. Það er gífuryrði að tala af hroka og drembingi gagnvart Guði eða gegn honum. En þetta litla dýr var meira ásýndum en allt hitt. Ég horfði á hvernig horn þetta hafði stríð við hina heilugu og hafði sigur yfir þeim. Förum við nú að geta okkur til hvers eðlis þetta pínulitla horn var. Það hafði með trú að gera. Það hafði stríð gegn hinum heilugu sem höfðu sannleikann og trúðu á Guð almáttugan og elskulega son hans, Jesú Krist, sem gerðist frelsarinn okkar ef við viljum meðtaka hans sem slíkan. Það er þetta vald sem kemur eftir þetta rómverska heimsveldi og í gegnum þessi smá ríki eða ríkja samsteypu. Það er á þeim tíma sem ríkja samsteypunar eru að reyna að ráða með sér og það kemur að því að það muni gerast eins og Jesús sagði og þið finnið þetta í Lúkas að Guðspjalli það sem að segir að þjóðirnar verða ráðalausar og fólk bara vill frekar deyja heldur en að horfast í augu við það sem framundan er. Þeir ráðu ekki við neitt. Það er þá sem litla hornið kemur til sögunar og býður fram þjónustu sína. Við þegar farin að festa klóm sínu hér og þar á meðal þjóðana. Við getum farið betur í þetta einhvern tímann ef þið viljið með því að skoða Opinberunarbókina í ljósi Daníelsbókar og annara yfirlýsingar drottins sjálfs í Guðspjöllunum, svo ég nefni nokkra staði. En höldum áfram. Hann segir í 8. versi 7. kaflans hjá Daníel: ég athugaði hornin, það er að segja 10 hornin, og sá þá hvar annað lítið horn spratt upp milli þeirra og 3 af fyrri hornunum voru slitin upp fyrir það. 3 konungsríki, smáríki. Það var bundin endir á þeim af þessu litla horni. Og sjá, þetta horn hafði augu eins og mannsaugu og munn sem talaði gífuryrði. Hérna kemur það aftur. Þetta er andlegt vald. Og ég minnist þess að einu sinni, það var á tíma Stalins, að þá var honum sagt að ráðgjöfum hans að þeir þyrftu nú að gæta sín á þessum páfadómi. Þá sagði þetta Stalin: hve margar herdeildir hefur páfinn? Engar. Þetta er öðruvísi veldi, pínulítið, en það talar stóryrði, jafnvel gegni Guði almáttugum. Og svo hoppa ég yfir í 22. versi í Daniel 7. Það segir að hann horfði þar til hinn aldraði kom. Hérna er aftur talað hinn aldraða, Guð almáttugan. Og hinn heilugu hins hæsta fengu náð rétti sínu. Sjáu þið, það er ekki öllu lokið fyrir hinn heilugu sem að þetta pínulitla vald mun fara mjög illa með í gegnum aldirnar, eins og við sáum ofsóknirnar á miðöldum. Þúsundir, milljónir er talið af sagnfræðingum að hafi dáið fyrir trú sína.
margir brenndir á báli, aðrir hengdir eða sveltir í hel, ofsóttir og það rann mikið blóð. Allt fyrir þetta litla horn, þetta veldi sem kom upp og meðal ríkjanna 10 eftir stórþjóðirnar liðu undir lok sem talar þarna í þessum spádómum. Og hann segir hérna að hinir heilagu munu ná rétti sínum, það er að segja þegar þeir setjast að völdum. Það er ekki fyrir Kristi kemur. Hann sagði svo að 4. dýri merkir að 4. konungsríki mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkinum. Og það mun uppsvelgja öll land, troða niður og sundur merja. Og hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu koma 10 konungar. Og þetta þýðir konungsveldi, þessi horn. Og hann mun verða, svo mun þessi konungur rísa upp út af þessu litla horni sem tala þarna. Og það, eða sá konungur mun verða ólíkur öllum hinum. Líka þessu stórveldi sem var talið vera öðruvísi en öll hinn stórveldin. Þetta pínulitla verður ægivald. Og ég bara bæti því hérna inni frá eigin vörum. Það hefur engan herafla til þess að ráða yfir. Ekki núna allavega. Og sjáu þið til að þessi konungur, hann verður ólíkur öllum fyrri, en 3 konungur mun að steypa. Og samkvæmt mannkynssögunni, þá vitum við að Rómaveldi, eftir það var svona langt liðið, það var ekki langt liðið, en það var að byrja nýgna. Þá voru þarna þjóðflokkar sem fóru og réðu mismunandi stöðum í Evrópu og norðurströnd Afríku. Eins og til dæmis Herúlar og Vandalar og Austgotar. Þeir voru allir kallaðir arianistar því að andlegu leiðtogi þessara var Arian, maður sem kenndi það að Jesús átti sér byrjun, sem ekki biblíuleg kenning, því að Jesús Kristur eilífur og á sér enga byrjun. En þessir í þessum þjóðflokkum, þeir aðhylltust þessa kenningu. Og þessir arianistar, eins og sem kalla þá, að þeir börðust á ýmsum stöðum en var endanlega útrýmt í kringum 538 eftir Krist. Og það var þá sem páfadómur var ríkjandi og byrjaði sitt veldi sem í reynd varð ofsóknarvald í 1260 ár og það nánar talað 1260 árin í Biblíunni. En við skoðum það nánar. Svo segir í 7. kafla Daníels frá 25. versi, hérna stundum endurtekning hjá mér, hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúga hina heilugu hins hæsta og hafi í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, umbreyta boðunum. Og þeir munu koma honum í hendur eða í hendur seldir verða eina tíð, 1 ár, 2 tíðir, 2 ári viðbót og hálfa tíð, hálft ári viðbót. Við þurfum að leggja þetta saman. Það 2 tíðir, 2 ár, pluss 1 tíð, 1 ári viðbót, það 3 ár og svo hálft ári viðbót. En dómurinn mun settur verða og hann sviptur völdum. Það alltaf verið að tala dóm hérna í þessum spádómum. Og hann sviptur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himnunum mun gefið verða heilugu líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft ríki og öll veldi munu þjóna því að hlýða. Takið eftir síðustu setningunni. Hér það mál á enda. Þetta sagan sem eftir þangað til Kristi kemur og við ríkjum á himni. Og svo kemur hann aftur eftir 1000 árin og endurskapar jörðina. Það annað efni sem gaman að fara yfir með áheyrendum mínum á öðrum tíma eða vettfangi. Þá fórum við í Daníel í 8. kafla, 13. versi. Og það Daníel sem talar
þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði. Þetta eru einhverjir á himni. Og sem talaði og spurði sem sagt hvað á hún sér langan aldur þessi sýn hina daglegu fórn og hinn hræðilega glæp. Þannig verið að víkja að því þegar Jesus Kristur var tekinn af lífi. Hann sem kom til að frelsa fólk, að jafnvel hans eigið fólk tók hann og krossfest hann. Höfnuðu honum gjörsamlega. Og við, þegar við í reynd trúum eins og aðrir sem hafna Guði eða orði hans, þá drýjum við þann hræðilega glæp nema að okkur snúist hugur og við meðtökum hjálpræði Drottins. Og það segir þarna að þessi hræðilegu glæpur, frá því hann framselur helgidóminn og herinn svo að hann verði niður troðinn. Helgidómurinn að koma þarna í myndina. Og hann sagði við hann 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Helgidómurinn. Hvað hann í dag? Hann er bara, hún var eitt. Hann ekki í dag. Kristni menn víða boða það að jarðneskur helgidómur verður reistur á ný áður en Kristi kemur. Haldið ykkur við orð Guðs, annars munið þið verða afvegaleitt. En við skulum skoða þetta með 2300 kvöld og morgnar. Þið sjáu það í hverju degi er kvöld og morgun. Og í sköpunarsögunni þá segir að hver dagur byrjaði að kvöldi við sólarlag og endaði við sólarlag. Og hérna verða að tala 2300 daga í spádómum. En hvað þýðir það? Í spádómi Biblíuna, svo ég bara fari yfir langa sögu í bili, þá táknar hver dagur jafnmörg ár og er að ræða í viðkomandi spádómi. Og það eru textar í Biblíunni sem sýna fram á að í spádómum ber okkur að skilja ákveðin dagafjölda sem ákveðin árafjölda. Eins og til dæmis í 4. Mósebók og 14. kafla, það segir: en sjálfur skulu þér, það verið að tala við Ísraelsmenn, dauðir hníga í þessari eyðimörk og synir eða skulu fara með hjarðir eyðimörkina í 40 ár, hér er Guð að tala, og gjalda fráhvars yðar, þér allir liggi dauðir í eyðimörkinni. Drottinn er að tala þá sem að trúðu 10 njósnurunum Ísraelsmanna sem voru sendir inn í fyrirheitna landi til að kanna það. Þeir komið tilbaka þessi 10 og sagðu við sáu risa, við getum ekki unnið á. En það voru 2 sem höfðu trúartraust og sagðu við getum unnið á. En vegna hinna mörgu 10 að þá var uppreisn gegn Guði, gegn Móse í eyðimörkinni. Og hér er Guð að segja hverja afleiðingarnar verða. Að allir þeir sem voru á þeim aldri sem þessir 10 njósnarar voru sem fóru inn í fyrirheitnalandi, þeir munu farast í eyðimörkinni. Það verður það bara börnin og unglingarnir sem að fá síðan meir að fara inn í fyrirheitnalandi. Og svo segir, og eins að þér voruð í 40 daga að kanna landi, það er að segja njósnararnir 12, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, 1 ár fyrir hvert dag og fá að reyna hvað það er að vera yfirgefin af mér. Megi Guð hjálpa okkur til þess að varast blekkingar í trúmálum og alls kyns falsboðun. Að við þurfum ekki að ráfa hér á jörðinni, að leitandi, eins og segir á einu staði í Biblíunni, á orði Guðs, og við munum ekki finna það, af því þá er náðartími búinn. En það er annar handlegur og annar boðskapur í spádómunum. En það gerðist, samkvæmt Esra bók í Gamla testamentinu, í 7. kafla, að Artasjasta, konungur konungana, það var í Medo-Persíu, að hann gaf þessa tilskipun til Esra, prests hins fróða í lögmáli Guðs himnanna, og svo framvegis. Ég hef gefið út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerúsalem skuli fara með þér, Esra, og til að flytja silfur það og gull sem konungur og ráðgjafar hans sjálfurlega
viljulega hafa gefið Ísraels Guði, þeim bústað á í Jerúsalem. En áhöldin sem þér munu verða fengin til Guðsþjónustunnar í húsi Guðs, þeim skalt þú skila óskertu frammi fyrir Guði í Jerúsalem. Sko, þið munið eftir því fyrr í Daníels bók að konungur sem kom eftir Nebúkadnesar, hann hélt mikla veislu og hann fyrirskipaði að ná í alla gersemarnar þarna, bikarana og skálarnar og hvaðina sem að Babyloniamenn tóku úr musterinu í Jerúsalem þegar allt var lagt í rúst þar og fangateknir til Babylon. Koma með þau inn í höllina og fólkið, höfðingjarnir, notuðu þetta til að drekka sér fulla, sem var til þess að ríki leið undir lok þá nóttina. En það segir þarna að nú í 19. versinni sem ég var að lesa að áhöldin, það verið að skila þeim. Það gerðist í, sem sagt, hjá Kírusi, svo ég rifið þetta rétt upp. Kírus konungur, þetta var góður konungur. Það er sagt hann í Biblíunni í einu spádómi að hann sagði vera sonur Guðs af því að hann gaf góð fyrirmæli. Hann var góður konungur. Og hann gaf fyrirmæli að Íslandsmenn mættu fara aftur heim til heimalandsins. En hann skaffaði enga fjármuni til þess að endurreisa musterið eða borgarmúra í Jerúsalem. Hann vildi þeim vel til megi fara heim aftur. En flesti fóru ekki heim. Og svo var það annar konungur, Daríus. Hann gaf líka fyrirmæli að nú megi þið fara heim. En skaffaði enga fjármuni til þess að byggja upp landið aftur, eða borgina, eða musterið. Það var ekki fyrir en Artaxerxes konungur kom til sögunar. Að hann sagði við Esra, ég skaffaði þér alla fjármuni sem þú þarft. Ég skila öllu því sem var tekið úr musterinu. Þú mátt fara með það aftur heim. Og þú átt að byggja upp musterið og borgarmúrana. Og Esra fór. Og það er sagt að þetta gerðist, ef við lesum meira í Esra, þetta var á 7. ríkisári Esra konungs og það að finna það ár í veraldasögunni. Svo, hvað segirðu? 7. ári, já. Og þannig var það að það var ekki fyrr en að Esra gaf fyrirmæli endurreisn í Jerúsalem. Að hægt að telja 2300 árin endurreisn musterisins. En það gerðist ekki þá, það er ekki verið að tala jarneska musterið, heldur himneska, og við ætlum að skoða það nánar. 2300 ár. Esra vitað samkvæmt öðrum heimildum utan Biblíunar, en það bara kemur heim og saman við það sem Biblían segir. Að 7. ríkisár Artaxerxes konungs bar upp á ári 457 fyrir Krist. Ef við reiknum 2300 ár frá þeim tíma, þá leiði það okkur til ársins 1844 eftir Krist. Ég mun í næsta erindi útskýra hina tekníkana neðan við aðalínuna á tekníkunni. Og það hefur með Jesú Krist að gera og hans dauða og sem framvegis og spádóma þar að lútandi. En það sem við könnum í næsta erindi, það byrja líka árið 457. En hvað gerðist 2300 árum síðar? Við ætlum að skoða það svolítið. Það segir þannig í 8. kaflanum í Daníels bók að þegar ég, Daníel, sá þessa sýn og leitaðist við að skilja hana, þá stóð allt í einu eitthvað frammi fyrir viljiðum manni ásýndar. Og ég heyrði manns röst milli Úlæbakka sem kallaði og sagði, Gabriel, útskýrð þú sýnina fyrir þessum manni. Og hann gekk til mín þar sem ég stóð. En hann kom, var ég hræddur og féll fram á ásjónu mína. En hann sagði við mig, gef gætur að þú mannsson, því að sýnin á við tíð endalokana.
Svo að það eitthvað að gerast þarna árið í lok 2300 árana, 1844. Og við þurfum að hoppa snöggvast yfir í 10. kaflan í Opinberunarbókinni. Þar Jóhannesi sagt, hann skrifaði Opinberunarbókina og hann sá sýn af himni. Hann heyrði rödd af himni sem talaði við hann og sagði, far og tak opnu bókina úr hendi engilsins. Engillinn með bók, hún opin. Og ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina og hann segir við mig, tak og et hana eins og hún er. Hún mun verða beisk í kviði þínum en í munni þínum mun verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp. Og í munni mér var hún sæt sem hunang. En ég hafði etið hana, fann ég til beisku í kviði mínum. Þá segja þeir, þessi himnesku við mig, en átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Það átti eitthvað enn eftir að gerast sem spádómar fjalla Og ég má nú til með að segja ykkur frá því og það 13. og 14. versi í 7. kafla, 8. kaflanum í Daniel. Þar segir frá því að 2300, við lásum þetta áðan, dagarnir verða og þá verður musturinn sett í lag. En menn reiknuðu þetta út í kringum 1840-44 á því tímabili að þá voru menn að lesa Biblíuna og áttu vona á að Kristur færi að koma. Og þeir byggðu það á þessu spádómi Daniels 8. kafli 13. og 14. vers að musturinn verður sett í samt lag. Og þeir héldu að Kristur væri þá að koma, myndi koma í lok þessa tímabils árið 1844 endaði það samkvæmt spádómnum. Og þeir boðuðu þetta að Kristur að koma og það var mikil vakning. Mest kannski í Norður-Ameríku, talsvert í Evrópu og nokkrum öðrum löndum. Kristur að koma, hljómaði þessi lönd. Og það var mikil vakning. Þeir töldu að þegar musturinn verði sett í lag, musturinn væri í jörðin. Í því fólst mikil misskilningur á spádómum drottins. Og þegar að Kristur kom ekki 22. október eins og þeir höfðu reiknað út réttilega byrjun og enda þessa tímaspádóms í 2300 ár til 1844, þá þau mikil vonbrigði, gífurleg vonbrigði. Og margir mistu trúna á drottin og hentu Biblíunum frá sér. Aðrir fóru að lesa og þá til margir mismunandi söfnur og kirkjudeildir. Og ein kirkjudeildi sem var til voru sjöundags aðventistar upp úr þessum vonbrigðum vegna þess að þarna var fólk úr öllum mögulegum kirkjudeildum, katholikar, methodistar og fjöldin allar öðrum kirkjudeildum sem að mynduðu þarna lítinn hóp og fóru að lesa, rannsaka, hvernig gátum við misskilið þetta? Þeir komast að raun það að það var verið að boða að einhver mun fara inn í himneska helgidóminn og framkvæma hreinsun syndanna þar. Og það þetta sem ég ætla að útskýra fyrir ykkur í 9. kaflanum. Þetta Hebreabréfið, vers 22. Og samkvæmt lögmálinu það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án útfellingar blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndi þeirra hluta sem á himnum eru. Allt musteriskerfið, öll þjónustan í musturinu, fórnirnar og trúarhátíðirnar, allt boðaði þetta eitthvað sem gerist í hinu himneska musteri sem þar er. Og það segir að sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessar jarðnesku,
að taka skepnu, slátra, láta blóð renna, stökkva blóðinu á örkina sem var í hinu allra helgasta einu sinni á ári þegar æðstiprestur fór með fórnarblóði þar inn og enginn mátti fara þarna inn nema æðstipresturinn einu sinni á ári og hann stökkti blóðinu á hornin á gullkistunni sem boðurinn 10 voru í til þess að sýna á táknrænan hátt að það voru þessi lög sem að mannkynið braut gegn og syndin kom inn í þennan heim. En það einhver sem núna okkar æðstiprestur í hinum himneska helgidómi og þar segir að Kristur gekk ekki inn í helgidóm handangerðan sem satt 1844 í lok þessara 2300 ára heldur inn í sjálfan himininn til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vorvegna sem sagt hann hélt upp til himins eftir krossdauða sinn og upprisi hér en árið 1844 við endi þessast lengsta spádómstímabils í Biblíunni þá gekk hann inn í helgidóminn á himni og hann þar í dag að vinna að sáluhjálp okkar þegar hann kemur út úr musturinu á himnum náðartíminn búinn þá eigum við engan æðstaprest í musturinu á himni að tala máli okkar af því að við fáum ekki staðist í hinum himneska dómi nema að hafa kærleiksríkan frelsara, Jesú Krist sem talar máli okkar þegar nafn Steinþórs kemur upp að þá verði ég trúfastur til enda mun frelsari geta sagt mitt blóð fyrir Steinþór mitt blóð fyrir þig hvers að þú ert ef þú hefur meðtekið hjálpræði hins æðsta prest, hins eina sanna allt hitt voru bara táknmyndir í hinu jarðneska musteri fórnirnar, bara táknmyndir og lambið og þetta var sem slátra var táknmyndir upp á einn sem þurfti að deyja fyrir okkur en nú höldum við áfram þegar að fórnað var dýri eins og lambi í musteris forgarðinum til forna að þá tók æðstiprestur þetta sérstaklega það var alltaf fórna daglega kvölds og morgna en einu sinni á ári eins og hvað áðan þá var blóði lamsins það var tekið og farið með það inn í allra helgasta það það sem boðað á friðþægingadaginn sem var eins konar dómsdagur í Ísrael til forna því það táknaði þegar Kristur friðþægi fyrir syndir okkar í hinum himneska helgidómi sem hann að gera núna þessa dagana lambið umkomulaust varnalaust einfaldasta tákn og fegursta táknmynd upp á Jesú Krist saklausan, syndlausan meðhöndlaður eins og hver annar glæpamaður og leiddu þannig til dauða og allir höfnuðu honum. Hann í dag að þjóna sem æðstiprestur á himnum og 2300 árin boðuðu aðeins það að Kristur væri að fara inn í hið allra helgasta í lok þessa langa spádómstímabil. Hann þar núna og þegar hann kemur þaðan hann að koma til jarðar að sækja okkur og alla sem hafa meðtekið hjálpræði hans. En þangað til komum við fram til skýrslu eða til þess að standa fyrir mál okkar ef við gætum það, en það ekki hægt. Við verðum að hafa einhvern sem talar máli okkar og það Kristur, annars við glötuð að eilífu. Áfram í Hebreabréfinu í 9. kafla þá segir ekki gjörði hann það til þess að frambera sjálfan sig margsinnis, þar að segja að fara inn í helgidóminn eins og æðstipresturinn gengur inn í það heilaga á ári hverju hérna niður á jörði með blóð fórnardýrsins. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllin heims
En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldanna, sjáu þið? Við endi aldanna til að afmá syndina með fórn sinni. Hann að heimfæra sína fórn, sitt fórnarblóð upp á altarið í himneskum helgidómi. Það helgidómur þeirra. Móse var sagt að gera helgidóm eftir þeirri mynd sem hann sá á himni í sýn. Og það helgidómurinn sem þar sem Kristur núna að þjóna eilíflega þér til góðs. Og í Daniel 8. kapla 18. vers þá segir hann: meðan hann talaði við mig leið ég ómegin til jarðar fram á ásjónu mínu. Þetta fékk svo á Daniel að ég skildi eitthvað. En hann snart mig og reisti mig á fætur þar ég hafði staðið, og hann sagði: sjá, ég kunngeri þér hvað verða muni, þá hinn guðlega reiði tekur enda. Það sem sagt þegar drottinn mun útrýma synd og syndurum sem ekki hafa meðtekið náð hans að eilífu. Þá reiði Guð gagnvart syndinni á enda. En reiði Guðs þarf ekki að bitna á okkur ef við erum skynsöm. Því að sýnin á við tíð endalokanna, segir. Og Daniel opinberunarbókin ítrekka tala tíma endalokanna aftur og aftur. Og þetta eru þær mest vanræktu bækur í allri Biblíunni af kristnu fólki. Alveg sorglegt að gera sér grein fyrir því. Enn fremur segir frá 23. versi í Daniel 8 að ríki þeirra tekur enda, það að segja mannana. Þá trúrofarnir hafa fyllt mælin. Það mælikvarði sem Guð hefur einhver staðar. Mun konungur nokkur upprísa, bæði illúlegur og hrekkvís. Hér er verið að tala litla hornið. Vald hans mun mikið verða og þó eigi fyrir þrótt hans sjálfs. Hann á engan herafla. Hann mun gera ótrúlega mikið tjón og verða giftutrúur í því hann tekur sér fyrir hendur. Hann mun voldugum tjón vinna og hugur hans beinast gegn hinum heilugu. Þetta ítrekað í Daniels bók og opinberunarbókinni. Að það eitthvað vald sem kemur fram á sjónarsviði sem vinnur gegn Guði almáttugum og hagsmunum þeirra sem fylgja Jesú Kristi. Hann heldur áfram í 25. versi: vélræðum mun hann til vegar koma með hendi sinni og hyggja á stórræði og steypa mörgum í glötun þeir eiga sér einskis ills von. Kristindómurinn á sér einskis ills von í dag. Þeir treysta mönnum, kennimönnum, prestum og öðrum andlegu leiðtogum sem sjálfur fara villu vegar af því að þeir hafa hafnað þessa spádómi Biblíunnar, þessum aðförunum. Þeir steypa mörgum í glötun þegar þeir eiga sér einskis ills von. Já, hann mun rísa gegn höfðingjana, gegn Jesú Kristi. En þó sundur mulin verða án manna tilverknaðar. Það þá sem að drottinn sjálfur hefst handa. Og sýnin kvöld og morgun, sjáum við 2300 árin, sem var talað, hún sönn. En leyn þú þeirri sýn því að hún á sér langan aldur. Þannig kemur útskýring fyrir því að Daniel, hann leiði ómegin, hann gat ekki skilið þetta. Á þá ekki Ísrael að halda áfram á einhvern hátt. Og hann hugsaði fólkið sitt í Babylon sem þráði að fara heim aftur. Hvað myndi gerast fyrir það? Og þannig var verið að boða einhver endalok. Svo segir í 23. Já, ég nú búin að lesa þetta áður. Það þetta litla vald sem verður mjög giftudrjúgt og að blekkja. En förum í opinberunarbókina í 14. kapla. Það drepið á sömu þessu sama og ég fjallaði hér í dag. Og ég sá annan engil, segir Jóhannes í opinberunarbókinni, fljúga háhvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaðarboðskap. Sjáum þið, boðskapinn, hann eilífur til að boða þeim sem á jörðinni búa.
Og sér hverju þjóð og kynskvill tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dómsans. Hér aftur og aftur verið að tala dóm og dóma. Tilbýði það sem gjört hefur í himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnan. Við höfum að tilbýða skaparann. Hér erum við algjörlega minnt á að sköpunarsagan sönn. Annars væri Guð ekki þarna í gegnum Jóhannes í Opinberunarbókinni að boða skaparann. Við höfum að tilbýða skaparann og taka mark á sköpunarsögunni og uppruna okkar hér á jörðinni. Og segir, og enn annar engil kom á eftir þeim fyrri og sagði fallinu Babýlonin mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns. Varið ykkur á Babýlon. Babýlon þýðir ruglingur og þetta algjör ringulreið sem á sér stað í hinum trúarlega heimi mannanna í dag. Svo segir Kristur í 10. kafla Mattheusar: Sjá, ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Varið yður á mönnunum, þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstrykja yður í samkundum sínum. Þér munum leiddir fyrir landshöfðingja og konunga mínu vegna, þeim og heiðingjunum til vitnisburðar. Sjáðu, þetta okkar verkefni að boða. Jafnvel áður en þetta gerist, sem við erum að tala við hér, þegar við erum dregin fyrir dómstóla, þá eigum við að vera vitna. En þá menn draga yfir fyrir rétt, skulu þeir ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða hvað þeir eigið að tala, yður verði gefið á sömu stundu hvað segja skal. Er það ekki stórkostlegt loforð? Þið þurfið ekkert að vera hálærðir guðfræðingar. Ef þið bara lesið orð Guðs og takið mark á því, þá verður þið örugg. Og heilagur andi mun leiða þetta allt inn í huga ykkar hvað segja skal á erfiðum tíma. Og af því að við erum að tala skaparann, að þá þennan síðasta texta að lokum, þar sem að Guð að tala hvíldardaginn, sem minnir alla kristna á skaparann. Það segir í Jesaja, hugsaðu hvað þetta í Jesaja í Gamla testamentinu, 56. Og útlendinga sem gengið hafa drottn á hönd til þess að þjóna honum og til þess að elska nafn drottins, til þess að verða þjónar hans, alla þá sem gæta þess að vanhelga ekki hvíldardaginn. Útlendingar eiga líka að halda hvíldardaginn. Það svo oft sem ég heyri þá meðal vina okkar í öðrum kirkjudeildum og söfnuðum. Þetta var hvíldardagur, þetta var bara fyrir Ísraelsmenn. Hérna það skýrt tekið fram, þetta Guð á við alla, útlendingana líka. Og þeir eiga að halda fast við minn sáttmáli sem byggist auðvitað á boðorðinu 10. Þá mun ég leiða til míns heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu, því að hús mitt skal nefnast bænahús fyrir allar þjóðir. Elsku vinir, ætlum við að taka mark á orði Guðs?